kvöld og komið sæl. Ég var beðinn að spjalla hér aðeins tíðabænirnar. Nú sé ég að það minnst kosti 1 eða 2 sem ég kannast við frá því á kyrrðardegi í Hvítasunnu-kirkjunni fyrir 4 árum eða ég er rétt. Þá flutti ég líka smá spjall tíðabænirnar og það getur vel verið að þið kannist við það sem ég segi núna að meira og minna leyti því að saga tíðabænanna og tíðabænanna sjálfa hafa ekkert breyst síðan. En tíðabænir, það eru bænir sem einfaldlega eru beðnar á ákveðnum tíma, ákveðinni tíð dagsins, alla daga ársins. Og þaðan kemur nafnið. Á erlendum málum heita þær til dæmis á latínu Officium Divinum eða Liturgia Horarum, líka Breviarium sem komið úr latinska orðinu brevis sem merkir stutt eða samþjappað. Á ensku eru þær kallað Liturgy of the Hours eða The Divine Office. Tíðabænir svipaðar og þær sem að kaþólska kirkjan notar eða stundar eru í rauninni ekkert sérkristi fyrirbæri. Þær kristnu tíðabænirnar eiga tvímælalaust rætur sínar að rekja til bæna siða gyðinga. Við vitum að í herleiðingunni í Babylon þá bjuggu þeir við umhverfi sem var fjandsamlegt trú þeirra. Þeir kynntust alls konar hjáguðadýrkun og þegar þeir snúa heim þá skapast hjá þeim nýjar hugmyndir þjóð sína og trúariðkun. Þeir auk þess að hafa helgihald í musterinu í Jerúsalem taka þeir upp guðsþjónustur víðar í landinu. Það voru þá orðsþjónustur og án fórnarathafnar. Landinu var skipt í 24 umdæmi og bænahús reist í hverju þeirra. Og hvert umdæmi sendi svo menn til þjónustu í musterinu á ákveðnum tíma tvisvar á ári. Við þekkjum sennilega all vísbendingu þetta í 1. kafla Lúkasar guðspjall þegar sagt er frá því að Sakaría fær boðskap engils væntanlegar fæðingu Jóhannesar sonar síns á meðan hann sinnir þjónustu í musterinu. Síðan munu hafa verið beðnar morgun- og kvöldbænir í synagógunum út landið á sama tíma og fórnin var færð í musterinu. Og gyðingar munu enn þann dag í dag biðja morgun- og kvöldbænir. Múhameð gaf fyrirmæli bænir 5 sinnum á dag sem að öllum trúum ætlað að stunda. Og mér þykir nokkuð athyglisvert að Kóraninn nefnir nauðsynlegar forsendur fyrir bæninni svo hún sé góð og gild. Og þar segir að, ef svo má segja, hinar ytri forsendur eru hreinleiki líkamans og því fylgja ýmsir hreinsunarsiðir, helgur staður, einfaldur klæðnaður og rétt stelling. Og þessu þarf að finna samkvæmt honum fylgja hið innra, samkvæmt honum hreinleiki hjartans, trú, réttur ásetningur og auðmýkt eða guðsótti. Kristnar tíðabænir eru ekkert sérstaklega rómversk kaþólskt fyrirbæri eða venja. Austurkirkjurnar bæði rússneska rétttrúnaðarkirkjan og gríska kirkjan biðja tíðabænir. Og í bænabók ensku biskupakirkjunnar eru morgun, miðdegis, síðdegis bæn og kvöldbæn og í sumum anglikanskum sóknarkirkjum eru þessar bænir eða sumar þeirra beðnar daglega og það er þá sóknarprestur sem leiðir bæn safnaðarins. En hvers vegna að biðja bænir á tilteknum eða ákveðnum tímum? Það mun hafa verið nokkuð snemma sem að sú venja myndast að biðja á tilteknum tímum í kirkjunni. Tertullian, rithöfundur, merkur rómverskur rithöfundur sem var kristinn líklega
193 og var reyndar prestur skeið en yfirgaf það starf. Hann segir frá í sínu ritum frá tíðabænum sem tíðkuðust á hans dögum og Hippolytus biskup og píslarvottur sem hann lét lífið vegna trúarinnar árið 235, hann lýsir slíkri bænahefð nokkuð ítarlega. Það má sjá þannig að svo hefð að biðja á ákveðnum tímum myndast snemma í kristni. Þýsk nunna sem hét Emiliana Löhr, hún skrifaði töluvert þessa hluti. Hún fer alla leið aftur í goðafræði Grikkja. Og hún segir, þeir áttu sér guðinn Kronos sem tíminn, sem var faðir Seifs. Hann gleypti öll afkvæmi sona sinna og það táknar að sjálfsögðu tíminn eyðir öllu. Við tölum á íslensku tímans tönn sem allt nagar og eyðileggur. Enginn kemst undan nema þeir sem trúa á Krist. Hann einn getur bjargað frá eyðingu. Og annað atriði sem hún nefnir þessu tengt eru hugmyndir Grikkja stundirnar sem kallast Hóra. Þær eru 12 dætur Seifs sem var máttugastur guðanna og gyðjunnar Temis, en nafn hennar merkir réttlæti. Þegar guðlegur kraftur og guðlegt réttlæti koma saman afkvæmi þeirra ekki hinn eyðandi tími, heldur stundirnar stuttar og hraðfleygar. Og það hægt að yfirbuga hinn eyðandi tíma með því að nota afkomendur hans stundirnar á réttan hátt. Stundin þannig orðin sterkari en tíminn. Og rithöfundurinn Mircea Eliade, sem var síðast prófessor við Háskólann í Chicago, segir: Grikkir lærðu að öfugasta leiðin til að sigrast á tímanum var að nýta ótrúlega ríkidæmi augnabliksins. Þetta orðaði heilög Teresa frá Lisieux, sem var Karmelnunna í Frakklandi, lést ára 1897, aðeins 24 ára aldri, en hafði merkilega djúpa innsýn í guðfræði. Hún orðaði þetta svo: eilífðin hinn óendanlega dýpt augnabliksins. Og við könnumst kannski mörg við það sem Páll postuli sagði: notið hverja stund, eða væri þýtt orðið, væri það eiginlega kaupið tíma, eða grípið tíma. Sá tími sem þið hafið til umráða verðmætari hverjum fjársjóði og þess vegna skulið þið nota hann skynsamlega. Svo bætir Páll reyndar við því að dagarnir eru vondir og það hef ég nú ekki almennilega skilið ennþá hvað hann meina með því. En það sem sagt talið að tíðabænir kristinna manna eigi uppruna sinn í bænahaldi gyðinga. Í Salmi 119 segir: 7 sinnum á dag lofa ég þig sakir þinna réttlátu átak. Og Páll postuli hvetur oft í bréfum sín til bæna. Í fyrra Þessalóníku bréfi 5. kafla: biðjið án afláts. Og við megum álykta að postularnir hafi iðkað bænahald samkvæmt venjum gyðinga. Í frumsöfnuðum var venjan áður en altarisþjónusta hófst voru lesnir Davíðssálmar og kaflar úr Gamla og Nýja testamentinu. Það var svonefnd messa trúnemanna sem hefur haldist því sem næst óbreytt í klassísku eða í sígildu messur. Þegar altarisþjónusta fór ekki fram voru aðeins fluttir ritningartextar og smám saman urðu til bænastundir, sérstakar bænastundir með þessu efni. Tíðabænir svipaðar þeim sem nú tíðkast munu hafa verið fullmótaðar á 5. öld, en skipulag þeirra var mismunandi eftir löndum og jafnvel biskupsdæmum þangað til að á 16. öld eftir kirkjuþingið í Tré var gefið út
svo kallar breviarium Romanum, það er að segja viðmiðun, ef svo orðið komast, viðmiðun á texti tíðabænana, sem að síðasta endurskoðun á þeim bókum var gerð 1974 eftir Anna Vatíkan. Í tíðabænum eru auk Davíðssálma sem eru beðnir eða sungnir, sérstaklega í sem klaustursamfélögum, þá voru alltaf tíðabænirnar sungnar. En upp í staðinn eru Davíðssálmar, síðan hymnar eða lofsöngvar, það eru lesnir kaflar úr heilagri ritningu og textum kirkjufeðranna, beðið Faðir vor og fyrirbænir. Áður fyrr voru allir Davíðssálmar 120 beðnir og einni viku, var deilt niður á eina viku. Og það mun vera gert í sumum íhugunarreglum. Annars þeim dreift á einn mánuð. Og sumir ritningatextar eru endurteknir oft, til dæmis söngur Sakaríasar í morgunbæn, lofsöngur Maríu úr fyrsta kafla Lúkasar Guðspjalls er sunginn daglega í aftansöngsbæn eða vesper, og söngur Símeons, nú lætur þú drottinn þjón þín í friði fara, í kvöldtíð eða nátt, söng á hverjum degi. Stundir tíðabæna í kaþólsku kirkjunni eru nú 7 og dreifast yfir daginn. Davíðssálmarnir eru, eins og ég sagði, grunnurinn af því að þeir voru sennilega bænabók Jesú sjálfs. Í sumum tungumálum eru tíðabænirnar, eins og ég sagði, upphafði kallaðar officium, til dæmis á þýsku, eða divine office á ensku, sem að þýðir eiginlega þjónusta eða guðleg þjónusta. Klausturfólk og prestar og djáknar sem að starfa í kaþólsku kirkjunni skuldbinda sig með hátíðlegu heiti til þess að biðja tíðabænir reglulega, og það er hluti af þjónustu þeirra. Þær eru helgihald vegna þess að bænum er beint til Föðurins í Jesú nafni. Og Anna Vatíkanþingið sagði: tíðabænir eru framhald messunnar. Nú er ekki eins strangar reglur og áður það hvenær tíðabænir eru beðnar. Í klaustursamfélögum eru bænastundir að sjálfsögða á ákveðnum tímum, en þjónandi prestar sem að starfa út í söfnuðunum eru að vísu hvattir til að halda sig við hefðbundna bænatíma, en geta hliðrað því til eftir aðstæðum. En til þess að gefa dæmi tímasetningu tíðabænana, þá ætla ég að lesa fyrirmæli úr reglum Heilags Benedikts frá 7. öld. Hann gerði reyndar ráð fyrir 8 bænastundum. Og við skulum hafa í huga á þeim tíma, þá gengu menn snemma til náða og fóru snemma á fætur. Samkvæmt reglum Benedikts var klukkan 3 á morgni eða nóttu óttusöngur efri, klukkan 6 prím eða miðmorgunstíð, klukkan 9 þriðja stund dagmánatíð, klukkan 12 sjötta stund hádegistíð, klukkan 15 níunda stund eða nón eða eyktartíð, klukkan 18 vesper eða aftansöngur, klukkan 21 kvöldtíð eða náttsöngur, og á miðnætti matutíð eða óttusöngur fyrri. En þá var fyrsta stund dagsins talin vera klukkan 6. Nú á tímum er ein af þessum bænastundu eða prím lögð niður, þannig að þær eru aftur 7 talsins. Fyrsta bæn dagsins er nú óttusöngur fyrir eða matutíð. Prestar sem ekki tilheyra klaustursamfélagi eiga að biðja minnst á kosti óttusöng fyrri og efri, miðdegisbæn, aftansöng og náttsöng. Textarnir fyrir þetta bænahald
eru valdir mjög gaumgæfilega, hafa verið valdir mjög gaumgæfilega fyrir þess að það skiptist á 4 vikur og því miður ekki komin út já ég segja, opinber útgáfa tíðabænina fyrir katólsku kirkjuna en ein af systrunum sem hér starfar, systir Celestína sem er á reglu Kalmar-systra og var hér mörg ára á Akureyri, hún hefur á ótrúlegri eljusemi unnið að því að safna öllum textum tíðabænana í bækur þannig að þær eru til allar í samhengi á íslensku. Meiri hlutin alltaf beint upp úr biblíuþýðingu en síðan eru textar sem hún hefur látið þýða fyrir sig. Ég kom með nokkur hefti bara til ef einhverju áhuga að líta á þetta. En til þess að gefa bara eitt dæmi í morgun, hvernig þessi textar eru valdir saman. Í morgun í tíðinni, sem sagt Óttusöng Efri, þá fyrsti ritningalesturinn úr Orðskviðunum, 9. kafla. Ég ætla nú ekki að lesa það allt saman en bara fyrstu setninguna. Spekin hefur reist sér hús, höggvið til 7 stólpa sína. Síðan kemur síðari lesturinn. Það eru skýringar á Orðskviðunum eftir Prokópíus frá Gaza biskup frá 7. öld. þar sem hann tekur fyrir hverja setningu úr orðskviðunum sem eru lesnir í fyrirlestrinum og gefur mjög ítarlegar og merkilegar skýringar á því hvað þessi texti merkir. Og þannig á hverju morgni, alla vikuna og allar vikurnar, til dæmis morgun, haldið áfram í fyrirlestrinum að lesa úr orðskviðunum, langur lesa úr orðskviðunum, en síðari lesturinn úr útskýringum á sálmunum eftir heilagan Ambrósíus biskup frá 4. öld. Þannig að, og síðan eru sálmarnir, Davíðs sálmarnir, valdir eftir innihaldi sem að, ef svo má segja, í samræmi við innihald hinna lestrana. Og þegar að sá sem að biður þessar tíðabænir allan á sinn sving, fær bæði gott yfirlit yfir ritningartextana sjálfsögðu og sálmanna og góðar útskýringar á þessum textum líka. En þá má spyrja, ekki lestur svona texta aftur og aftur allan ársins hring og ár eftir ár ekki bara innantómt og andlaust stakk. Var ekki nær að bíða þangað til að andinn kemur yfir mann og persónuleg bæn flýtur fram eins og óstöðvandi straumur. Það má kannski vel vera að sumir sjá þeirri skoðun, en ég ætla að nefna þrennt þessar bænir. Það eru í fyrsta lagi lofgjörð. Og eins og var nefnt áður, ótal staðir í Biblíunni hvetja hina trúðu til að syngja Drottni lof, til dæmis í 25. sálmi: Komið fögnum fyrir Drottni, látum gleði og gjalla fyrir kletti hjálpræðis vors. Komum með lofsöng fyrir augliti hans, syngjum gleði ljóð fyrir honum. Í öðru lagi þá eru tíðabænirnar eins konar helgun tímans, blessun líðandi stundar. Tíminn sem auðvelt að eyða til einskis, sumir tala meira að drepa tímann. Tíminn helgaður Kristi, hann fylltur krafti orðsins. Tíðabænirnar eru ekki og eiga ekki vera stakk texta á Biblíunni. Með því að biðja þeir á íhugandi og íhugulan hátt þjónusta innt af hendi, verk unnið. Það gerist eitthvað og breytist. Tíminn sem líður verður að frelsunar tíð, hann falinn í hendi Guðs og fylltur blessun.
Nú eru tíðabænirnar í rauninni ekki fyrst og fremst beðnar til að auðga bænalíf þess sem biður, heldur til að helga daginn fyrir alla menn og byggja upp kirkju Guðs og ríki Guðs. En það geta hins vegar verið eins og rammir bænalíf og innri bæn einstaklingsins og grunnur sem hægt að byggja á. Og í þriðja lagi þá eru tíðabænirnar minning. Textarnir eru eins og ég sagði áðan valdir af kostgæfni, þannig að það má segja til dæmis í sérhverri morgunbæn upprisunar minnst. Óttusöngurinn ef við að láta þess vekur minningu páskadrottins, sólarupprás á hinnar rísandi sól frelsisins sem Kristus sjálfur. Aftansöngur fjallar sköpun og sköpunarverkið. Matútín eða óttusöngur fyrri endurkomu Krists og svona mætti halda áfram. Tíðabænirnar eru minning Krists og í rauninni, það má jafnvel segja, að tíðabænirnar fari í gegn atburði kirkjuársins á einum degi. Og samhátt og minningarhátíð kirkjuársins gera okkur kleift að, eða som orðið komast endur upplifa ævi Krists á einu ári, þá gera tíðabænirnar á einum degi. Lengst rétt að geta þess að í helgihaldi kaþólsku kirkjunnar messa með altari þjónustu ávallt miðpunktur og burðarás helgihaldsins á hverjum degi allan ársins hring. Messan hinn mikla minningarathöfn sem Kristur gaf sjálfur fyrirmæli og við lítum svo á að með því að minnast hans og fórnar hans á krossinum daglega verði fórn hans og hans sjálfur nálægur og sérstakan hátt í myndum sakramentisefnanna. Og minning messunar svo máttug og sterk að hún á að setja mark sitt á allar bænastundir dagsins. Við trúum því að í minningarathöfn messunar og tíðabænanna megi segja að frelsunarverk drottins verði raunverulegt í nútímanum. Hann sagði hvar sem 2 eða 3 eru samankomnir í mínu nafni þar er ég á meðal þeirra. Og sá sem að tekur þátt í helgihaldi messunar og minningarathöfn tíðabænanna nálægur hinum krossfesta og upprisna. Og má segja að tíðabænirnar leið okkur til að fylgja Kristi. Við getum daglega rifjað upp alla áfanga á lífsleið hans og þannig eftir vill vaxið inn í hugsunarhátt hans vilja og markmið. Og það á að leiða okkur til að leitast við að breyta eftir Kristi. Ég ætla nú að lokum að segja hérna einhver lilla helgisögis, þeir sem voru á kyrrðardeginu sem ég nefndi upp að þeir kannski muna eftir henni. Það gömul helgisögn sem var sögð heilagan Václav eða Wenceslaus hertog í Prag sem lést árið 935 og í sögunni segir að einn vetur var mikill fimbul kuldi í Prag en hertoginn ungi lét ekki aftar að sér fá að fara alla morgunsdag til messu. Gamalt þjónn gekk á undan honum, hafði það hlutverk að ganga undan honum með ljósker og hann kvartaði sáran yfir fótaverkjum í kuldanum. Og þá sagði hertoginn gakktu á eftir mér og stígðu í fótspor mín. Og gamli maðurinn gerði svo og viti menn, þegar hann fylgdi í fótspor herra síns, fannst honum sér hlýna með hverju skrefi og kom vel haldinn til kirkjunnar. Þetta náttúrulega táknræn saga að fylgja Kristi. Og ég held að megi segja með hverju stund tíðabænanna fylgjum við sporum Krists á lífsleið hans, getum fundið styrk í trúnni og hlýju ef að tilveran reynist napurleg. Takk ykkur fyrir.